það, en að vísu eru þau öll fædd í Þýskalandi sem var og hét, en komu hingað til landsins fyrir rúmum 40 árum. Það er að segja árið 1949, ásamt með 300 öðrum ungum mönnum og konum í atvinnuleit. Klukkan að ganga 5 í gærdag sigldi Esja inn á ytri höfninni Reykjavík. Vakti koma skipsins nokkra athygli að því að með því komu 130 þýskar stúlkur og 50 karlmenn og mun þetta fólk vinna hér að landbúnaðarstörfum. Alls munu koma hingað 300 manns frá Þýskalandi og munu togarar flytja það sem eftir er af fólkinu. Þeir Þorsteinn Jósefsson og Jón Helgason blaðamenn voru sendið til Lübeck á síðastlinu vetri til þess að ráða verkafólkið. Alls bárust þeim 2000 umsóknir frá karlmönnum en nokkru færri frá kvenfólki. Var þess vegna að neita meirihluta umsóknanna þar sem aðeins átt að ráða 300 manns. Fólkið er flest á aldrinum 19 til 25 ára. Og þannig hljóðar frásögnin í öldin okkar frá árið 1949, 9. júní. Og þá ætlum ég að kynna fyrir ykkur gestina. Þá er það fyrst upp að telja Elínor Kjartansson. Hún kemur frá Pommern sem nú tilheyrir Pólandi og það er Georg Fransson sem kemur frá Slesíu og líka í Pólandi núna og síðast er það María Edvardsdóttir og hún kemur frá litlu þorpi sem heitir Bergheim og er mitt á milli Kölnar og Aachen. Og auðvitað ætla ég fyrst að spyrja ykkur á því hvort þið munið þetta síðdegi þegar þið komið siglandi inn á ytri höfninni Reykjavík 8. júní 49. Georg, ég veit að þú manst það. Jú, ég man það vel. Því þetta var góðviðrisdag og við komum þannig í helft, það var 4 og við stoppum þannig í ytri höfnin fyrst og þá kom fyllt af fólkið á smábátum og var forvitnast svona hvernig fólkið nú lítið út frá Þýskalandi sem kemur núna. Því Þjóðverjar nýbúin að tapa stríðin og það var mikið fátækt og þetta er mest mengið allt flotta fólkis. En var ykkur vel tekið kannski? Jú, okkur var vel tekið. Furðu vel. Og þið hefur kannski líka þurft að skoða þessi Íslendingar sem tók á móti ykkur? Jú, við vorum líka forvitin. Þú kannski haldið að vera í Eskimóar á Íslandi? Nei, það hafum við ekkert. Það vissi við erum nú ekki svo fáfróðir. Nei. En manst þú eftir þessu líka, Elínor? Jú, þegar Georg séð frá því sko, þá man ég þetta nokkulega. Já, þetta var ansi spennandi að sjá. Já. Og ég man sér við kérinn þarna, fórum framhjá, við fram stöndinni framhjá Vatnajöklinni, þá sagði hún, vinkona mín sem var saman með mér í klefanum, nei, sjáðu allir þessu jökla og ég bara með eina stutterma peysu með mér. Mikið af konu, hún hérna myndi vera svo kalt á Íslandi, en það var nú ekki svo slæmt. Ekki svo slæmt, nei. Nei. En María, þú kom seinna, var það? Já, ég kom í október. Og þú komst ekki hingað sem verkakona þá? Nei, ég kom bara til að kynnast Íslandi. Mér gafst tækifæri til að vinna í vist á heimili hjóna sem ég kynntist út í Þýskalandi og sló til, bara forvitni og ætlaði að vera 1 ár en þeim hefur nú fjölgað. En vissir þú eitthvað Ísland áður og komst hingað? Eiginlega bara það sem stendur í bókum hans Jóns Sveinssonar, nána. Og þær bækur hafa verið mikið lesnar út í Þýskalandi. Alla tíð, ég veit ekki hvernig það er núna í þá daga. Ég lærði nú gamle kennarinn minn, hann var nú hér í stríð kom til Ísland sem ferðamaður og hann kenndi okkur Ísland dálítið. Hann sagði til dæmis að það væri
heiti Barn og að Reykjavík væri ekki nema 18.000 íbúar þá, þegar hann var hérna. Hugsaði, já. Og heita vatni, þú vissum það og Já, já, og það var þér seinna að gagni, var það ekki? Já, í starf. Nú En ég var nú svolítið skrítið hjá mér. Dóttir hans Guðmundur Kamban, hún Sibel Kamban, hún var í heimavistarskólanum í Potsdam í sama bekk og ég var að svona segja henni svolítið svona til hvernig við áttum að hafa okkur þarna í skólanum og allt. En ég var bara 15 ára og náttúrulega spurði hana ekki mikið Ísland. Við læriðum svolítið svona eddarsögu og eitthvað svona eddakvæðin, en jú, maður vissi hérna Gullfoss og Geysir og svona, og þótti þetta alveg nóg. Og einu sinni sá ég líka Guðmundur Kamban í Neðjarðarlest þarna til Berlína, og heima áttum við bækuna hans Kamban, Skálholtsbækuna, og líka bækuna hans Gunnar Gunnarssonar. En þá fannst mér ennþá meira gaman að lesa þetta seinna á íslensku, þessi Skálholtssöguna hans Kambans. Þetta er svo fornmáli, finnst mér. En áður höldum áfram með þessa Íslandsdvöl ykkar, þá kannski ættum við að snúa aftur til Þýskalands. Hvað er það sem veldur því að 300 manns og 2000 eða kannski líklega 3000 manns sækjast eftir að komast hingað í vinnu? Getið þið, María, þú kannski segir okkur svona frá því hvernig ástandið var heima fyrir? Eftir stríðið er náttúrulega mikið búið að rústa til í landinu, sérstaklega í þéttbýlisstöðum, stóru borgunum, og í raun og veru vitum við ekki hvernig við getum byggt upp, því að þetta náttúrulega var föðurlandið okkar og allir lagðu hugan að því. En þegar maður er svona ungur og þessi landamæri opnast sem Hitler hafði myndað. Við gátum varla hort út fyrir landsteinana eða fyrir landamærin okkar, en þá opnaðist allt í einu allt saman. Og þá vissum við ekki að hverju við áttum að borða fyrst, að hvaða borði. Og fyrir mér var þetta bara upplifun að vita að við erum partur af mannkyninu og ekki bara innilokaðir þannig í þessu landi. Þú meina svona á þessu máli eftir stríð? En þar sem allt er eyðilagt, það er mikið til, þar var náttúrulega ekki of miklu að spila. Maturinn var að skornum skammti, vefnaðarvara var að skornum skammti, allt þurfti að byggja upp frá grunni. En á stríðsárunum, þá voru þið allt svona, þið hafði verið á unglingsárum í stríðinu, er það ekki? Já, ég var ekki nema 9 ára þegar stríðin byrjaði og enda þá var ég 15 ára. Þannig þú fórst aldrei í herinn? Nei, aldrei í herinn. En varst þú bara skólastrákur, gastu stund á skóla? Já, ég var bara skólastrákur. En hvað varð þína fjölskyldu á stríðsárunum? Já, pappi minn og bræður, þeir dóu í stríðinu, sko. Nú, svo á ég einn sýsta hérna í Reykjavík sem er gift. Sem kom líka með Esjunni? Já, hún kom í Silfrastaði og einn sýsta er gift út á Spáni. Þannig þegar opnaðist landið þá hafði allt farið í burtu? Já. En móðir ykkar, hvað var hana? Hún var hjá yngsta sýsta minn alltaf og hún dó í Belgíu. En þú ert 19 ára þegar þú kemur til Íslands, er það ekki? Já, ég var 19. Og varstu þá, hafðir ekkert getað mentast á stríðsárunum? Já, bara það sem hanga til 49, alveg þegar þá var það bara allt í rúst og eitt kaos, sem maður segir. Og þorpið þitt komið úr svo? Þetta hefur allt verið eyðilagt í stríðin, sko, það var mikið barist þarna. Þannig þú áttir ekki neinn hús að venda og þá kom þetta bara? Já, það kom þetta og ég vildi fyrst að vera bara 2 ára á Íslandi, en þeir eru nú 43 ára. Já, við komum að því seinna. En þú, Elínor? Já, sko, við vorum nú flóttafólk þarna frá Pommern og pabbi minn, hann kom nú með alla vaktlestina og öllu fólki þarna vestur til Holstein, fyrir norðan Lübeck, en ég var nú í þýska hernum, við vorum að lýsa upp heimingeimin og voru þarna í Thüringen, sem sagt í Mið-Þýskalandi, og ég heyrði bara í útvarpinu að rússarnir væru búin að fara yfir
heimkynni okkar og vissi ekkert í halva mánuð en þá kom eitthvað bréf frá mömmu og seinna meira að segja kom skiti hvað þau voru niðurkomin og þegar okkur var sagt að fara heim þá vissi ég minnst að hvert ég átti að fara og það var ljómandi gott og við komum þá heim svona, þetta var eitthvað svona 15. apríl 45 og þá voru bara þarna í Holstein og höfðu þarna bara 2 lítil herbergi til að búa í og það var ekkert að vera fyrir okkur. Pappi minn fekk nú seinna þarna 46 fekk hann að vera ráðsmaður á bíli þarna í nágranni og En hvaða starf hafði hann áður? Nú hann var náttúrulega óðalsbóndi þarna í Pommern sko en þá átti hann nú ekki þarna en við lifðum nú samt sæmilega. Var hann rekinn af búinu sem sagt, þýðir það? Hvað heitir rekinn af búinu? Rússarna voru hann að koma og þá var þetta ekkert annað en að hvort að flýja eða láta drepa sig. En hann kom nú þarna með 60 hross þarna vestur og það var svolítið gott fyrir okkur að leigja bændum þarna í nágranni þessi hestar og þá fengum við þarna 1 poka rúgi og þarna 1 poka hveiti og þarna 1 poka höfrum og það var alltaf nóg að borða og meira sé gátum við að baka fullt af brauði og það var fullt af hermennum, já, þýskum hermennum, þetta var nokkuð konar fangabúður Breta þarna og allt fullt af þýskum hermennum og þeir höfðu alltaf lítið að borða og ef maður lítið hafa brauð þá gátum við fengið þarna vetrarfrakka frá þeim og svona og þá fórum við að sauma upp á öllum þessum sem voru að skipta svona og gátum að bjarga okkur að því okkur prívat föt og allt svona þetta kom nefnilega ekki vestur að því það kom að strax rússneska stríðdrekur og voru að skjóta á þessu vagna og það var ekkert en ég vildi nú endilega fara að læra að sauma í Lübeck en og því ég var ekki búsett í Lübeck þá fikk ég þetta ekki þá ég fór bara að læra til búskapa hjá pappa mínum hann hafði þarna heima alltaf lærlingar og þá vann ég þarna alveg á bílinni þar sem hann var ráðsmaður og við vorum að bera á í höndunum og ég fór að plæja með hestum og allt og svona og að því held ég bara og þá tók ég 49 prófið mitt og á eftir ætlaði þarna á þessu höga landbáskóla Slesvík nokkuð konar búnaskóli og ætlaði að vera þá svona landbúna ráðunautur en þá las pappi minn í blaði að það vandar fólk til landbúnaðarstarfa á Íslandi og sagði hann farðu nú þangað hérna ertu bara flóttamaður og annar fólk en þarna ertu þjóðverji og hvenær höfum við efni á að fara til Íslands og þetta getur verið fróðlegt fyrir þig og það ágætt gott fólk þar og ég man svo vel ég grét nú svolítið á leiðinni heim í jafnbrautarlestinni að fara frá mömmu og pappa og svona en þá gerði mig grein fyrir pappi hafði náttúrulega alls ekki efni á því að borga skólan fyrir mig bara með ráðsmaður kaupið þetta var rétt svona til að lifa á svo ég fór þá bara til Ísland og lendi hjá afskaplega góðu fólki og en áður Elínór hérna, þið all svona ung voru ekki niður brotin eftir þessu skelfingar stríðsáran? Okkur var það vonlaust baráttu fyrst sérstaklega eftir stríðin fyrstu 2-3 ára það var ekkert þetta allt í rústum og fólk bara hver geta koma sér fyrir það voru kannski svona lítil herbergi 4, 5, 6 manns það var kannski 6-7 fermeter En náttúrulega María, þú kemur sko, þau eru svo austarlega, það er náttúrulega kannski öðruvísi. Ég kem aftur úr... Þú fórst líka að vinna fyrir herinn, var það ekki? Jú, eftir ég tók stúdentsprófið 43, þurfti ég að mæta í þegnskylduvinnu og það var séð mann með fæði, klæði og húsnæði og við fengum 60 öra á dag, altså 60 pfennig á dag fyrir vinnuna. Og ég þurfti að fara þvert í gegnum allt Þýskaland til að mæta á þeim stað sem ég átti að vinna. Og það var í Pommern sem ég vann. Og eftir 6 mánuði sem maður skuldbatt sig, eða var skuldbundin til að afplána þessa þegnskylduvinnu, þá var okkur, við vorum 120 stúlkur í einni einingu og höfðum unnið þarna á búgarðum sérstaklega hjá fátæku fólki þar sem mörg börn voru kannski húsfreyjan veik og þess aftar
við bara venjulegastu störf að kljúfa við, að þreskja, hugsa börnin, þvó upp og þess áttar. En þá var okkur, eftir 6 mánuði var okkur 120 stúlkum satt að fara þú næsta bæ, þetta var bara hinum megin við þorpið sem okkar eining var hjá og þar var radarstöð frá loftvörninni og þar var unnið við radarstæki og þar hafði ég nú tækifæri að mennta mig dálítið meira eftir... Radarsérfræðingur? Nei, ég var flugumferðarstjóri. Já, að við höfðum alltaf orrustuflugvélar, Messerschmitt vélar á hverjum degi, fengum við 3 og við leidtum þessar vélar að óvinavélum. Flugu þið þá blindflug eða hvað? Já, þeir flugu einn og blindflug. Og við áttum þarna 2 tæki, annað tæki nam þýsku vélina sem svaraði kalli og hitt tæki nam óvinaflugvélina sem var þá rauði punkturinn hjá okkur á borðinu. Þú hefur verið þáttakandi í stríðinu. Já. En pabbi þinn var menntaskólakennari og foreldrar bæði var það ekki? Já, foreldrar bæði. En pabbi dó áður en stríðið byrjaði, hann dó 38 og þá var mamma með okkur 4 börn. En ég misti eina systur mína í stríðinu. En ég var að spyrja hvort þetta hefði ekkert haft áhrif á okkur svona andlega? Jú, það var mikið andlega. Maður var ráðvilltur. Maður vissi ekki hvað maður gat byrjað, hvað maður gat nokkur byrjað. Til dæmis að nám hjá mér, það var engin skóli opinn allan þennan tíma frá 43 til 45. Og ég fór ekki í háskóla fyrir en vetarmisseri 45. En tók nú vegna þess að það vandaði svo marga kennara að það var tekinn árgangurinn minn 25 og hann var settur í kennaranám og þaðan hef ég kennaranáminni. Þannig að þið teikuðu bara upp á lagt að fara í kennslu? Já, en það úr kennarastjætt. Við sískina börn, við vorum 105 og af þeim innan við 10 sem hafa annað ævistarf en kennara og organista. Og organista, já. Þetta gengur svona í ættir. Já, þar. En það má segja, þá gafst þú gengið einhverju starfi, kannski þau gáttu ekki að þið komur öðrum? Nei, við gáttum ekki. Kringumstæði þeirra voru miklu verri en mínar. Ég bjó heima hjá mömmu, sko. Við mistum allt. Já. En samt leggur þú upp í þessa ferð til Íslands? Já, þetta var nú bara þegar maður er ungur, maður vil sjá eitthvað. Já. Og þá skulum við aftur snúa okkur að Íslandi. Hvernig var nú aðkoman þarna 49? Fannst ykkur ekki, hvað var léttir að koma til Íslands, Georg? Hvað fannst þér? Jú, það var léttir, sko. Og þá var man dálítið kvíðinn líka. Man vissi ekki hvernig fólk tekur man, sko. Nei. Að við vorum Þjóðverjar sem gerðu svo mikið illt af okkur. Já. Fannstu fyrir því, kannski? Nei, aldrei. Aldrei nokkuð tíma. Það tekur mjög vel, já. Aldrei verið talað um nasista? Nei, aldrei. En sko, ég hef alltaf fylgt vel með þetta og les alltaf hvað þjóðum mitt gerðu, sko. Já, eftir að komst í... Og vil veita allt um þetta, sko. Já. En það skrítið, ég sé það á dagbókum ykkar að þið hafi verið, sko, þið komið til landsins 8. og 9. eru komin í vinnu. Nei. Við vorum ekki svolítið fyrir en morgunin 10. 10. Já, þá það, en það líða 2 dagar. Þá kom hann Ólafur Ketilsson með rútunni og sóttu okkur. Og kom okkur að Selfossi. En Georg, manstu hvað þetta var agalegt að komast á Helluþeiðinni? Ég held ég væri komið til 1000. Það var eftir þennan kaldan vetur 49 og þetta var alveg sko svo ekkert gróður og ekki nýtt og það var komið 10. júní. En þá var hann að stoppa á Kambabrúnni og liða okkur að horfa niður. Og það var svolítið grænt í kring húsinn þarna og mér lekti alveg stórlega og ég var að segja, já,
sem sagt svolítið búskapur til þarna og ekki bara eyðimörk. Bóndadótturinn hefur ekki lítið stofilla á þetta? Nei. Þetta fór allt að laga. En hvar gistu þessa fyrstu nótt? Í Reykjavík. Gamla Hótel Ritz var það á flugvöllin. Brakkahótel. Já, Brakkahótel. Já. Og á 9. sko, þá var okkur sýnd Reykjavík og þá komu strætisvagnar og rútur, þeir keyrðu okkur inn í miðbæ á Lækjartorgið. Því þá var einmitt að breikka Lækjargatan, sko, því miðpunkt Reykjavík var bara svo lítil enda á þá. Sko, götuna var ekki málbyggað nema miðborgin. En borgin var þá uppi standandi? Já. Hvað? Hún múið að missa mikið svip núna eins og var þá. Hún alltaf öðru vísir þetta. En það segir 18.000 manns í Reykjavík þá? Já, sko, það var þegar kennarinn mann. Já. Það var sko fyrir stríðið. Fyrir stríðið, sko. Það var nú fjölgað svona. Nei, það var, ég minni það var, þegar við komum þá var til í Reykjavík eitthvað 49.000 mann. Já, 50.000. Og stýrimannaskólinn var langt fyrir utan bæinn. Síðasta hús var gamla mjólkurstöð núna. Og Tunga, hús var Tunga þarna. En það var ekki búin að byggja, skal ég segja þið, hérna, Laugarneskverfi. Það var Laugarneskirkjan, hún var ný. En svo var bara sveit. En fannst ykkur fallegt í Reykjavík þarna? Já, svona að vísu hluti, sko, það var náttúrulega mikið gamla, en svo var brakkakverfi mikið eftir på stríðsárum, sko. Það var ekki fallið. Nei. Og þar bjó margt fólk sem var að byggjast til borgarinnar. Hvað sagði það að hótelið hér? Ritz. Ritz bara, það var ekki mörg. Þetta er svo fína hótel núna. En þú ferð aftur, þú kemur að vera vísu eftir að ráða til fjölskyldu í Reykjavík. Já, ég komst í Reykjavík úr 22. október klukkan 4 morgunni. Og það var 4 stiga frost. Ég man það vel og mér fannst kalt þá. Og hérna, þegar ég kom heim á Þórsgötu 1, þá var þar kvöldverður eða náttverður fyrir mig og það var hvalrengi og kartöflustappa og skýra og eftir. Og ég hef aldrei borðað svoleiðis áður, en mér þykir það ennþá gott. Kannstu borða hval? Já, og mér þykir gott að borða hval. Já. Þetta er merkilegt. En þessi hópur, þetta eru hvað, 130 mann sem kom með Esjunni? 180. 180 mann með Esjunni? 130 kvennar og 50 kallar. Já. Hérna, þegar þið sækið hvernig var valið þegar svona margir sækjum að komast til Íslands? Já, það nú svona. Það veit mann ekki. Þið hafið bara borið af öðru fólki? Já, það lítur að vera. Það lítur að vera. Já. Vel byggð og létt og kátt og raust. Sko til dæmis það var held ég 6 vikur síðan eða þegar ég fekk svarið sko að ég var tekið sko. Og ég fekk það nú strax. Já, það var út af þín landbúnaðarstarf, landbúnaðarráðunauturinn. Já, þetta var ekkert mál. En nú ert þú ekki með neina menntun? Nei. Ég bara kom hingað og svo lærði ég garðyrkju hér. Já, garðyrkju, fórst í það. Já. Allan tíð. Já. Ég veit það bara. Já, en hérna, María, þú ert hérna fyrst árin í Reykjavík, er það ekki? Fyrsta árið. Fyrsta árið bara. Fer svo til Vífilsstaða, þá langar mig að, það hætti við að fara til Þýskalands tilbaka, þá langar mig að læra íslensku. Þú varst ekki búin að læra íslensku strax? Nei, ég var ákaflega feimin að tjá mig. Mér finnst að hræðilegt ef maður beygir ekki rétt og beyginga reglurnar og íslensku eru hryllilegur að læra, en það er svo merkilegt að núna finnst mér, ég hafi aldrei lært málfræði. Nú finnst mér að þetta sé einhver tilfinning sem ég hef alltaf haft í mér. Og stundum rek ég mig já, ég rek mig nú oft og villur bæði sem ég gera og aðri gera, en mér finnst það svo augljóst að þetta getur ekki verið svona, það hlýtur að vera hinsinn. En finnst þér ekki þýsk málfræði og íslensk svo lík? Jú, byggt á sama grunni? Já, byggt á sama grunni en samt öðruvísi. Já, það er ég ekki. Það er nú líka þetta passa ekki saman þessi kyn, sko. Nei, það er náttúrulega, það er alveg bölvanlega. Þetta með gaffallin er kvenkyns í þessu. Já. Þetta er líka erfiðasta fyrir okkur. Nývarinn er hvorkyns. Já, þetta hafa haft mér að samráð með það. Nú, en þú fórst að vinna Vífilsstöðum semst að, og ætlaður kannski að fara í læknisnám, var það? Já, ég ætlaði í læknisnám og byrjuði í Þýskalandi. Já,
En Þú varst ekki læra kennari í Þýskalandi? ég var búin að læra það. Já. Mér komst nú fyrst ekki í læknisnámið vegna þess að það voru svo margir sem komu úr stríðinu og þurfti sérstaklega karlmenn. Já. Og þeir gengu fyrir. Þegar ég innritaði mig í háskólan í Köln haustið 45, þá var ég númer 96 sem ætlaði í læknisfræði. Þessum þurfti að bíða, sko, í bíðlista. Svo ég tók bara tónlistarvísindi og Þetta er allt komið þýskunám. að notum þegar Já, sess og að á Íslandi. Já. En Georg, þú fer beint á garðyrkjubíl, er það ekki? Já. Og þarna sem ég kom, það var bara alveg allt þægindi sem ég átti úti, sko. Sömu þægindi? Sömu þægindi, já. Það var rafmagn, það var heitt vatn sem var uppheitað, húsið var uppheitað með heitt vatn og það var bað og það var toalettu. Já, það hefði verið líka svona gott þar heima. Já, þetta var bara eins og kom bara heim. Þýskaland, já. Og kunnur þú þá eitthvað til garðyrkjustarfa? Nei. En þú varst lengi á sama bænum. Hvaða bær var þetta? Já, Reykjum. Ég var þangað í 29 ár. Já, þangað til fyrst ég tók á leigu það 59 var mér það á leigu fram til 78 þegar ég er búinn að byggja hérna í Laugarási. Já, komið þangað núna. Já. Og hvernig, en svona fyrir Þjóðverja að vera nú náttúrulega á Íslandi afskaplega óblíð. Vandist það strax? Ég vandist það fljótlega, já. Það var nokkuð fyrsta sumar að maður fannst svolítið kalt. Þannig en svo venst það svona. Og aldrei hugsaður að snúa tilbaka, er það? Nei, sko, mér fannst svo gaman að vera því hérna gæti ég fyrst lifið mínu æsku ár. Já. Svo kynntist ég konu mín á balli og giftum okkur, það var það gott núna, við erum búin að alveg okkar börn. Þau eru orðið mörg, 6 börn. Og eitt kjörsson og 17 barnabörn. Já. Svo þú er ekki alveg komið til einskist í Íslands? Nei, sko, konan mín, við vorum að hjálpa, konan hjálpaði mikið, sko, að byggja upp að það voru bara 200 tóma sem við byrjuðum. Já. Allt á þýskundugnaði eða hvað? Og við hafðum ekki pappa og ekkert mamma. Hún ansið duglega líka um Já, þau bæði. Já. En Elínór, þú ferð líka semst á sveitabíli? Já. Og það alveg afskaplega indælt fólk. Já, hvað var það? Þetta var á Spóarstöðum í Biskupstungum. Já. Stutt frá mér. Já, þið kynntu semst á fljótt. Já. Og fólki kunni nú ekkert í þýskur og ekkert í enskur, svo leitt maður mátti til að læra íslenskuna. Og þegar fólki kemur núna og segir, var ekki erfitt að læra íslenskuna? Ég sagði, jú, en eftir 1 ár var ég svo klár að ég skildi að maðurinn minn ætlar að giftast mér. og það finnst öllum bara nokkuð gott svar, sko. En sem ég reyna að vanda mér mikið svona í tali, en eftir stuttan tíma segir allir, en þú ekki fætt hérna. Já, ég kemur alltaf upp mér, sko. Það heyrist svolítið. Já, maður næ ekki þessum alveg réttan framburð, sko. Þetta En Þjóðverjar eru mjög góði samt að tala íslensku. Já, það gekk bölvalega hjá mér því ég var með Danir, ég gæti fólki tala dönsku, íslensku og þýsku og þá byrði ég náttúrulega að tala eins og hærugötu, sko. En það var ekki fyrir ég veit þegar ég tók mig til og las blöð, þá gæti ég svona stóti mig áfram. Já. Þetta alveg ruglaði í upphafið. En Elínór, hvernig var það sem þú kynntist þínum manni? Nú, það var voðalega mikla samgangna milli bæjanna. Já. Og þá sagði ég líka að hún Inga mín, þarna hús Freyjan, henni fannst þetta nú alveg hörmulegt, ég var áður 28 ára gömul, ekki trúlofuð og ekki neitt, og ég sé ekki grein fyrir að okkar árgangaði voru náttúrulega allir eftir í stríðinu, sko, þetta fjalli allt saman, og dói í stríðinu, og þá fór hún nú strax að stað og var nú að sína mig allstaðar, og við fórum nú fyrst yfir að Seli, sko, og ég sé alltaf að það hefði dugað til, sko. Og þá kom orðinu ofta við fórum að kynnast náma, hann var orðin búinn að vera ekki maður í 5 ár og já, þetta bara blessast vel og það verið ástu fyrstu síni eða hvað? Já, það var það, sko. Þannig þú bara fluttir yfir ána? Já, ég fluttið bara yfir ána, ég fór 1950 fór ég nú aftur heim og ég man svo vel, pappi mér lét mig hafa 200 mörg til að kaupa svolítið heimamund. Og svona þetta var alveg hljómandi gott og þá kom ég nú
svolítið svona með mér, en þetta var nú, á Spórstöðum var nú nýtt hús, eins og Georg segja, með bað og klósett og það var rafmagnsmótor í kellaranum, svo þetta var lós og allt til. En á Seli, já, það var líka rafmagnsmótor fyrir lósin, en það var kolaeldavél og kola upp í baðstofunni og út í kamar. Já, en þetta ger ekki til, þetta var þegar ég var í þekkskilduvinnu, það var líka út í kamar og þegar ég var að grafa þarna skotgrafi fyrir þýska hermenn þarna í Pommern, sko, þá var þetta nú ennþá mikið frumstæðara, svoleiðis maður var ekki, sko, maður var ekki með neina kröfur, sko. En þá fórum við nú að byggja yfir okkur strax 57 og flutni 1958, en ramman kom ekki fyrir 59. En þetta var allt saman, stóð allt saman til bóta. En María, hvernig kynntist þú þínum manni? Það var líka svo skemmtilegt. Ég fór líka yfir ána. Þegar okkur þýskum stúlkum var satt upp á Vífilsstöðum vegna þess að við fengum hæstu kvennalaunin á Íslandi. Já. Það var áhætt þátturinn og bersklæfnir. Og það var ekki vel séð. Voru margar þýskar stúlkur það? Við vorum 10. Og þegar okkur var satt upp, þá fór maður náttúrulega gá að því hvað maður gæti gert. Það ekkert hvarflaðir að fara heim þá aftur? Nei. Ég vildi læra íslensku. Og var þá komin í háskólan. Ég var seinni veturinn sem ég var á Vífilsstöðum var ég í háskólan jafnframt. Við fengum 2 sólarhringa á viku algjört frí og það notaði ég til að og þú sem bara alveg í háskólanum og þú var búin að læra í háskólanum íslensku. Já, en þar lærði ég ekki íslensku vegna þess að bækurnar í læknisfræði voru, efnafræðin var á norsku, lífeðlisfræðin var á ensku og þýsku og sálarfræðin sem við tókum hjá Matthíasi Jónasinni, hún var á íslensku. Og svo var það var ein dansk, ég man ekki hvað það var. Svo ég lærði litla íslensku þar. En ég lærði mjög mikla íslensku af Jóni Steffensen sem kendi þá lífeðlisfræði og ég hlustaði grannt. En þá kynntist ég fjölskyldu í Reykjavík. Maðurinn átti laxveiðijörð á Snæfellsnesi. Og þar réði ég mig til starfa í 3 mánuði, sumarið 52. Og ég get mér að segja 10. daginn sem ég kynntist manni mínum. Það átti að smala og taka af fénu. Og það var 10. júlí 52. Og þar koma nú bændurnar hjálpast að, nágrannabændurnar. Svo þarna mikið þéttbýli af frændfólki, Hjarðarfellsætti þarna til. Stórætt. Já, svo bóndinn í Hrísdal, hann bjó fyrir vestan ána. Ég var í Dal hinum megin, akkurat hinum megin. Hann kom náttúrulega til að hjálpa frænda sínum og við kynntumst þennan dag í ræðilegu veðri. Ég man að við fórum nóttina í Slítu að reka kindur aftur inn á fjall. Það var 10. júlí. Og ég var í fjósafötunum húsfreyjuna þarna í Dal. Og ég átti náttúrulega ekkert til að vinna svona vinnu. En þetta var líka... Og þú sagði mér bara séð það strax að þetta maðurinn. Já, og það var svo merkilegt að það var svo oft haldið að ég væri frænka hans. Við vorum svo lík, það var einhver mikill svipur. Já, mjög mikill. Hjónasvipurinn bara. En og þið eignuðust? Við eignuðust 8 börn og 2 mistum við. Og nú á ég á lífi 1 son og 5 dætur. Og sonurinn tók við búskapnum. En þá náttúrulega þegar ég kynntist manni mínum þá var náttúrulega lærdómurinn búinn að vera. Já. En þegar yngsta dóttir mín var 4 ára, þá var ég beðin að syngja með skólabörnunum í nýstofnuðum skóla að Laugagerði á Snæfellsnesi, sunnanverðu Snæfellsnesi. Og að því ég hafði nú mína menntun og reyndi alltaf að
koma því að. Og þá var ég nú búin að læra íslensku hjá tengdapappa, hann gaf aldrei neitt eftir. Og og svo eigi mikið bókaorm og hef lesið mikið. Og upp á því spannst þá þetta kennarastarf og loksins 85 fékk ég nú íslensku Hvað veldur því? Þú færði svona seint. Hvað var í veginn? Það voru engi pappirar til eftir mig þarna úti. Og ég ætlaði að fara aftur til Þýskalands. Ég átti ekkert í höndunum heldur. Nema það eina sem ég á, það er stúdents skírteinið. En þá fékk ég réttindi. Ég er núna með grunnskólakennari með fullum réttindum. Og að því ég talaði að ég væri með 3 sunnlendinga, þá voru náttúrulega að segja okkur frá því þú ert flutt á Suðurland. Já, nú er ég, Já. En hvernig fluttið þú hérna suður? 1960, 86. 86? Já. En hvernig mistið þú manninn þinn? Við bjuggum aldrei lengi saman hérna á Suðurlandinu. Við fengum bæði vinnu, ég sem kennari í Þingborg. Já. Og hann sem bensínafgreiðslumaður á Selfossi. Já. En hann veiktist. Já. Við fluttum hingað suður í september. Já. Hann veiktist í október og dó 2. janúar 87. Já. Krabbameini og síðan er ég ein, en við líðum það vel hérna að ég verð bara kyrr. Já. Makalaust. En hérna, þetta fólk hafði reynst allt land, var það ekki? Jú. Allt út af landið. Já, og það heldur ekki hópin eða hvað? Já, hérna Sunnanland. Sunnanland, við hefum hérna Þýsk-Íslandska vinnafélagi. Hættum alltaf vorfagnað og einu sinni á aldur. Já, alltaf vorum ball á Selfossi. Já. En þegar þið hittist, talið íslensku eða þýsku saman? Ibland. Já, sitt og hvað? Já, það er líka marga Íslendingar, þá verðum við að tala íslensku, sko. En finnst ykkur að þið séu Íslendingar eða Þjóðverjar? Já, sko ég tala með orðin sem Íslending en Þjóðverja ég bekenna aldrei Oder-Neiße-línuna. Aldrei hvað? Ég bekenna aldrei Oder-Neiße-línuna. Það sem Pólverja nýja landamæri, sko. Sem þið kalla Oder-Neiße-línuna. Já, ég skil, þannig þú, já. En þér finnst þú vera þýskur þá? Auðvitað. Sko það er líka öðruvísi hjá þeim, því ég er þýsk. Já. Og við erum líka ég meinti svona sko, að ég hef aldrei búið á svæði sem hefur verið klippt af. Og hefur aldrei verið rekin að heimann. Þetta var bara á veldin stríð sko. Já. Sem Hitler byrjaði og tapaði svo rækilega. En finnst ykkur að Íslendingar hafa tekið ykkur, líta þeir á okkur sem Íslendinga? Landarnir? Já, það held ég. Já, sko, við fengið sama kjör en Íslendinga og ekkert. Já, og við erum í íslenskan ríkisborgararétt. Mér fannst bara skrítið þegar ég fekk íslenskan ríkisborgararétt að ég þurfti að gefa upp á báti nafni mitt. Því að þetta er nafn og hjá ykkur er þetta nú ennþá öðruvísi vegna þess að hérna, sko hjá konunum er það svona í Þýskalandi þeir taka ættarnafn eiginmanns. En mér fannst svo skrítið að vera þá tengdadóttur, hvað á ég að segja, sonur tengdaföður míns, og það kom aldrei til greina. Þá bara breytti ég nafni föður míns í íslenskuna. Eðvardsdóttir. Hann hétt Eduard. Til dæmis pappi mér hétt Frans og ég Georg Fransson. Já, auðvitað. En Georg þurfti aldrei að skipta nafni, því hann er til á íslensku líka. En sumir þurfti að skipta líka fornafn. Já, ég veit. En Elínor, þú aldrei... En þegar við orðnir vorum giftir okkur og við fórum til borgardómarans þarna í Reykjavík og þegar við vorum búin að segja já og amen, þá segi ég já, hvað heitir ég nú? Já, því ræði svo. Svo þetta var 1950 og þá þurfti maður ekkert nýtt að hafa nýtt umstang við það. Já, segi ég þá ættarnafni mitt sitt sem það geti engin Íslendingur borðið fram. Ég heita bara eins og svo, maður gera þetta í Þýskalandi, taka nafn mannsins og heita þá Elinor Kjartansson. En því ég gerir mér setna grein fyrir þá er þetta náttúrulega alveg ekta karlmannsnafn. Því endung OR er svona eins og Arnór og Eithor og þá Kjartansson, en ég er náttúrulega ekki svona tengdapappa minn. En þeir eru fann að venja því sko að þetta sé nú hvern maður. Já, þeir eru að verðast því. Já. En þú ert mikill fólkur. Hvað segirðu? Þú dugnaða fólkur. Já, við séum. Já.
Það nú alltaf sagt Þjóðverja að þeir séu mjög duglegir. Hafið þið ekki sannað það með verið ykkur á Íslandi? Við höfum það Ég veit það ekki. Já, það tekur nokkuð miklu þegar maður vinnur mikið þá. Nei, svo náttúrulega líka fer svona eftir því hvernig maður getur aðlagast. Nýja staðnum, nýja umhverfi og nýju fólki og hvernig tekið á móti manni. Það líka en nú líka með ykkur Þjóðverja þeir eru mjög vel agað, öguð sem þjóð sko agað. Það kannski tókuð ekkert eftir því þegar þau komið til Íslands. Við vinnum mikið. Já, ég get sagt þið eitt dæmi. Að þegar ég fór til Reykjavíkur, við bjuggum á Langholtsveginum. Þegar ég fór til Reykjavíkur að versla, þetta var þá úti, með Strætó Safamýri, Safamýri, Já, getur verið. Já, og Vogar og Safamýri, að þá var það einn dag að ég að labba eftir Bankastrætinu og svona að kíkja í búðaglugga og svo allt einu sem ég konu fyrir framan mig með lítinn dreng sem hún leiðir. Svo þau tala eitthvað saman og svo allt í einu verður drengurinn sér hávær og rífur sig frá mömmu sinni og fer út á akbrautina og leggst þar á jörðina og sparkar öllum öngum bara því hann fékk ekki það sem hann langaði í og maður sagði nei og þá var ég að hugsa hvers slags agaleysi þetta hér á landinu. Og svona agalausum Íslendingum verða þessir elskulegir menn og konur sem við þekkjum. Nei, svona þekkjum við ekki. Það var líka eitt dæmi þarna hérna á Spórstum þá var eitthvað illa sökka svottin og Inga var búin að breiða þarna eitthvað lög í stofunni. Þá kemur þarna yngsta stelpa sem það var yngst og var að krota með penna á lakið. Ég var alveg fokkvond og bara hún fikk bara kinnhest. Þá kemur eldri systurinn og segja og þú mátt ekki berja systurna mína og svona. En ég sagði sjáðu bara hvað hún gerði og svona. Já, sko í Þýskalandi þá var maður fekk maður strax flengingu þegar maður gerði eitthvað af sér. Það var ekki bara lengi tala að elska mig, vildi ekki hætta þessu og svona. Nei, það var bara hlýða og búa með það. Og líka sem fer mikið í töðan á mér þegar maður spyr smákrakka vildi borða hitt eða þetta. Það var láta á diskin og það var borða sem kom að borða og búið. Og ef maður kláraði ekki matinn sinn, þá fekk maður aftur í kaffinu og svo aftur í kvöldmatinn. Svo við höfum lært að borða allt sem kæfti kemur. Þetta þyrftum við að læra. En hvernig er það núna? Já, hvernig er það núna? Hvernig er það núna út í Þýskalandi? Já, hvernig er það núna? Það veit ég lítið. Hefur það breyst? Það hefur breyst, held ég, mikið breyst. Með velmeguninni. Já, með velmegunin. Það hefur breyst mikið. Og velmegunin er ekki góður upp á landi. En það er ekki, ég meina Þýskaland hefur sko, það er ótrúlegt hvað það hefur unnið sig upp úr þessari einu stríðsárana. Það gerist ekki nema að því það er Það hefur alltaf verið sagt eftir síðu það tekur minnst kosti 100 ár að byggja Þýskaland upp. Já, en það komið 13 miljónir flóttafólk, tómhent sem mátti til að vinna og það hefur mikið hjálpað til, ég er alveg viss það. Og það hefur allir unnið sig upp. Og það gengur, já. En hvernig hafið þið alið ykkar börn upp í þessum þýska aga þá? Nei. Nú, á ég trúa því að þið hefur tekið... Jú, ég hafði vissi laus... Sko á vissan hátt, ég held ekki... Já, vissan hátt, sko, en ekki svo stranglega en ég var alveg uppslaus. Nei, þú vildir þau ættu æst. Ég vil alltaf vera stundviss og ég er það enn. Og vil vera stundviss. Finnst þér Íslendingar óstundvissir? Já, sumir sérstaklega, en svo líka stundvissi Íslendingar til. Og duglega Íslendingar duglega fólk, það má man segja. Já. Mikið duglega fólk, sko. Og það er svona ýmislegt sem, minnst að kosti, ég hef tamið mér hér á Íslandi og lært frá Íslendingunum. Já, og hvað? Og svo ég held bara allt mögulegt. Að vera manneskjulegri en ég var. Já, man var, sko... Þetta var ekki manneskjulegt uppeldið heima. Í Hitlerstíð, sko, það var ekki nema allt svona persónulega, sko, man verður bara að hafa agan og man verður að fjæra fólk líka það sem man... Fjæra það með foreldra sína? Nei, ekki foreldra, en ef það kemur heimsókn, sko, til dæmis frænka, þá verður man að fjæra það. Já, ekki frengur, ekki frengur. Nei, en sko, svona þegar komið ofta,
En við alltaf kurteisi, sko, kurteisi og kurteisi. Já. En halda frá. Já, en það var, ég held að á mörgum stöðum var töluverð gjá á milli foreldra, á milli kynslóða, á milli foreldra og barna sérstaklega. Amma og afi það er alveg eins og hér, en foreldra og börn, og nú voru foreldra mínir bæði kennarar, og til dæmis bróður minn, þegar hann var í menntaskólanum hjá pappa mínum, hann mátti ekki segja pabbi fyrir innan á lóðinni. Þegar hann var komin í gegnum hliðið, þá var allt í lagi. Það var svo strangt. Já, mér finnst líka þetta sem ég þola svo volið illa í Þýskalandi orðin, það er þessi skiptamunur. Að fólki finnst þetta hafinn yfir aðra og svona, og það er svo volið gott hérna á Íslandi, þá sem er duglegur og heiðarlegur, það lítur fólki vel á. Og svona á þetta að vera, sko. Bara halda, þetta sé eitthvað meira en aðri, sko, þetta þoli ég bara ekki lengur. Nei, sko, þetta er eitt af því sem við höfum lært gott af Íslendingunum. Pabbi mín var aldrei svona. Hann var aldrei svona, en mamma mín, hún var svolítið kroppin svona. Ja, hérna getur þú tala, þú var svo við allt, en úti í Þýskalandi þá þérar mann þegar mann þekki engan, sko, þú verður þérar. Ekki hérna, hér getur talað við því sem venjulega manneski, sko. Áðan í bílnum þegar við komum, við hittumst í Hveragerði, þá ákváðum við að þúast. Við höfum aldrei þúast. Já, hún María var alltaf að séra mig, en mér finnst þetta gengur ekki á Íslandi, þá verður maður þúast. Það er þó eitthvað gott orð til út af þessu. Þætti okkar, samverustund, Ég sé orðin svona, ég segi kannski 60% Íslendingur. 60%, já, skilur 40 eftir. Já, en ég fann mig nú einhver tíma sem algjöran Íslending, og það var 1980, þá var ég á ráðstefnu í Hamborg, alheimsráðstefnu ACWW, sveitakvennana, og við Sigurður Thorlacius vorum saman þar sem íslensku fulltrúarnir, og þar var ég alla daga í íslenskum búningi, í mínum búningi, og þá fannst mér ég vera Íslendingur. En veistu, þegar maður út í Þýskalandi þá er maður Íslendingur, en þegar maður hérna, þá er maður heldur Þjóðverji, sko. Nú er það? Já, svolítið svona, Nei, ekki finnst mér það. Nei, ekki svo mikið, sko, en þetta er nú vist út af ferðarþjónustunni hjá mér, sko. Það er náttúrulega, þá er maður náttúrulega Þjóðverji, sko, Nú er sko komið alveg nýtt umræðuefni, sko, við hefum einhvern veginn ljúka þættinum, bara hvernig eigum að ljúka sem þætti. En ég heyri það að þið eru mjög sæl á Íslandi og hugsað ekki. Já. Annars hefum við ekki verið hér. Nei, þá hefum maður farið tilbaka. Þannig það er ágætt að enda á því, er það ekki? Já, það sé bara að vera ánægður að vera hér. Já. Og ég þakka kærlega fyrir. Og eitt verð ég að segja, ég hef ekki kynnst neitt einastan Íslending sem hefur ekki reynst mér vel og mér þykir ekki vænt um. Og ég tek undir það. Það er gott að heyra það. Já, það verður að segja það, sko. Ég þakka kærlega fyrir komuna og góða ferð heim aftur. Já, takk fyrir. Og við ykkur segi ég verði sæl, þakka fyrir kvöld.